Í þessum þætti ætla ég að kynna fyrir ykkur teikniforritið Sketches School sem hægt að hlaða inn ókeypis í iPad. Það þarf ekki sérstakann penna til að teikna í þessu appi, fingurinn nægir, en í þessu myndbandi er ég að nota ódýrustu gerð skjápenna með svona gúmmíoddi. Það er samt rétt að taka fram að þið eruð að horfa á megnið af teiknivinnunni á að minnsta kosti tvöföldum hraða. Þið sjáið hér til hægri að appi færir okkur þó nokkuð mörg verkfæri til að nota í teikningun okkar. Efst höfum við blýant eða trélit og þið sjáið að þegar maður er með verkfæri valið þá fær maður möguleika á að stjórna stærð þess hér hægra megin á skjánum. Þar fyrir neðan er teiknipenni og hér niður í hægra horninu getur maður breytt þeim lit sem maður er að vinna með hverju sinni. Sama hvaða teiknitól er í raun og veru valið. Næsta verkfæri er eins konar yfirstrikunarpenni en blekið í honum er hálf gegnsætt. Þið sjáið að hér ef við þysjum inn að því oftar sem maður litar á sama staðinn því dekkri verður liturinn. Svo er þarna þekjandi pensill með slétta kanta, einhvers konar vaxlitur, pensill með grófa kanta og svo vatnslitapensill. Svo er þarna skemmtilegt verkfæri sem er svona einhvers konar spraypenni sem breytist töluvert mikið þegar maður stækkar hann og minnkar. Við getum sótt okkur einföld form og dregið inn í myndverki okkar, valið á það lit og þegar við erum búin að staðsetja það þá staðfestum við það. Við getum sótt okkur málingarúllu og við getum teiknað með henni forms en við getum einnig tvísmelt á skjáinn með hana valda og fyllt inn í svæði eða form sem við höfum teiknað og lokað með öðrum verkfærum. Stundum þarf maður strokleður og það er hér og það virkar á allt sem hefur verið teiknað og málað. Og hér er svo skemmtilegt verkfæri sem er líklegt að þið notið mikið þegar þið komist upp á lag með að teikna í þessu appi. Þetta er verkfæri sem kallast á ensku smudge tool en með því getur maður nuddað eða blanda saman þeim litum sem maður hefur sett á skjáinn. Það getur nýst vel til dæmis þegar maður vill ná dýpt og búa til skugga. Hér höfum við svo skurðarhníf sem við getum notað til að afrita hluti á skjánum. Við höfum reglustiku til þess að teikna beinalínu með því teiknitóli sem er valið og við getum snúið henni með því að nota 2 putt á skjáinn. Svo hér bak við punktana 3 er að finna speglunarás sem gefur mjög skemmtilega möguleika með flestum verkfærana. Það er ágætis æfingaverkefni að teikna upp emoji eða lindistákn og leika sér með mismunandi teikniverkfæri. Til dæmis prófa að nota smudge-tóli til þess að búa til smá dýpt og skugga. Annað skemmtilegt æfingaverkefni er að taka mynd af hlut og gæða hann lífi með því að teikna á hann skynfæri og útlimi. Við byrjum á nýju skjali, veljum kassa með pílu inn og svo fótó. Við finnum myndina sem við ætlum að teikna á eða teikna eftir og hefum standa. Ef við viljum deila myndinni með öðrum þá þurfum við að lokum að flytja hana út og vista hana, til dæmis í myndaalbúmun okkar. Við förum aftur í punktana 3 en núna veljum við kassa með pílu út og svo save image.